Linda, þú ert framkvæmdastjóri sölusviðs hjá Arnarlaxi. Hvernig gengur salan? Hún gengur bara vel, þetta allavega byrjar árið vel, við undum auðvitað vilja sjá verðin hærri, en það er auðvitað bara held ég svona náttúrulegt. Svona verðlagningin á laxi var frekar lágur síðast ári, við byrjaði ágætlega þess ári og svo að pikkast upp verðin eins og, en þetta auðvitað allt háð bara dagsveiflum verðlagning á laxi. Getur ekki staðist að þú hefði verið koma frá Kína? Hvað varstu? Já, þetta var alveg ævintýraleg Kínaferð. Við ákváðum að Kína er töluvert stóru markaður hjá okkur og við viljum endilega vaxa þar. Kína sko í heildina, þá flytur Kína inn 161.000 tonn af laxi, bara laxi, og það var 2025 og það var 30% aukning frá árinu undan og við vorum að selja sko 2.000 tonn. Þannig að þú veist, í samhenginu erum við þetta bara pínulítil, en fyrir okkur erum við stór. Kína var 18% af framleiðslunni okkar í fyrra og við sjáum alveg ótrúlega mikla möguleika þar. Það er þetta, við þurfum að flýta með flugi, vildum þetta helst fá sko flugbeint sem að vonandi verður einhvern tímann á næstunni, en annars eru bara flutningarleiðirnar að nota það til ítrasta. Þannig að, en þetta var ævintýralegt, þetta er þetta svo risastór markaður og þetta er svo mikið fjöldafólki og hérna bara lítil saga þess að við fórum á fiskmarkað sem er mjög stóri í Shanghai og þar fara 50.000 tonn á ári af laxi og við erum að framleiða sko í ár 21.300 tonn, þannig að þú veist, bara að setja það í samhengi sko hvað þetta er stór markaður. Já, ef við spólum aðeins tilbaka sko Arnarlax, fyrir þá sem ekki vita, hver eru svona umsvifin í grófum dráttum? Sko, umsvifin í ár verða eins og ég sagði 21.300 tonn sem að við teljum að við náum public kvíanum. Við erum með leyfi upp í 26.000 tonn og stefnum á það næsta ári. Það eru alveg fullt af möguleikum í fjörðunum sem að við erum. Við erum hann á suður fjörðunum á vestfjörðum. Forstjórinn okkar var nýkominn frá Bergen og var þar með Björn Hembri var með erindum að það er alveg potentials að vera eða möguleikar í vestfjörðum upp í 100.000 tonn. Þannig að þú veist að það er alveg fullt af möguleikum þar. Þar eru þetta fleiri heldur en við. Síðan hérna við auðvitað erum bara sko, það er 10 ár síðan við sláturum fyrsta fisknum. Þetta er auðvitað mjög ung grein á Íslandi. Það er búið að reyna þetta mörg ár, en þetta er mjög ung grein. Ef við setjum þetta líka bara í samhengi við annan fisk og aðrar hérna, þjóðir sem er ala fisk eða ala lax. Þá er þetta ung grein hjá okkur, en við erum ennþá að fóta okkur. Við hefum alveg átt erfið ár. Síðast ár var erfitt af því við vorum heldur ekki með nógu mikla framleiðslu, en þetta ár á að verða gott. Ok, eins og segir, það er búið að skala upp á 10 árum. Hver hefur verið svona mikilvægasti markaðurinn hingað til og er í dag? Sko, þegar við byrjum þá vorum við þetta bara að reyna að kynna íslenska laxinn eitthvað, og við vorum stolt af honum og vorum alveg vissum að við værum að gera rétt í gæðum og þurftum við þetta bara að fóta okkur svolítið svona út af legu Íslands að þá, og að flutningaleiðirnar eru mest til Evrópu, þá varð Evrópa, og Evrópa er cirka 60, rúmlega 60%, 67% hjá okkur á síðasta ári, en það er út af því að við þurfum að slátra alla daga og þurfum að koma þessu bara markað ferst og við erum að selja 99% af okkar fiski á svokölluðum spotmarkaði, þannig að við bara erum að selja hverjum degi er eina að fá sem hæst verð. Það er lítið til af samningum að því að framleiðslan hefur verið óstöðug, en hún er að verða stöðug, þannig að þá förum við að geta kíkt inn í þann pakka. Síðan vorum við fyrsta fyrirtæki til að fá Kínaleyfi og það er fríverslunarsamningu við Kína, þannig að þegar var byrjað að selja þangað, þá opnaðist alveg nýr heimur. Kína er vilja stóran lax, þeir borga vel, þannig að í dag eða á síðasta ári vorum við að selja 18% okkar framleiðslu í Kína og þar eru alveg fullt af möguleikum, eins og ég var að segja, þetta er bara risastór markaður, við getum átt meira laxi þó sem við getum aldrei annað einhverjum mörgum prósentum. Síðan er Ameríka er mjög fínn markaður, þar erum við með forskot á önnur lönd út af því að við getum sendt laxinn í skalisegir skipi og það tekur 7 daga,
Eimskip með vikulega áætlun inn á Ameríku, það var alveg svona vatnaskil í að selja til Ameríku þegar það gerðist. Lax þannig að hann með langan hillutíma eins og við kallum, svona shelf life. Hann með lengri hillutíma heldur hvítfiskur. Og við erum að nota líka aðferði við sláturinn í kælingu í slátur meðferðinni sem verður til þess að við getum sett 21 dag á miðana, þannig að lax fínn í 21 dag eftir sláturinn. Þannig og það gefur okkur þennan góða innkomi inn á Ameríku. Og við erum þetta líka að selja í flugi til Ameríku og inn á vesturströndina þar, en mesta magnið við erum að selja ykkur 50% framleiðslu okkar til Ameríku og restin fer á Evrópu, en það út af því að það bara eitt skip í viku til Ameríku og það verið svona ekki alveg nógu mikið af plássi í Kína, það stór batnað og vonandi batnar ennþá meira. En við erum að keppa við þjóðir sem hafa staði í þessum mun lengur við áratugi, ekki satt, og hvernig hvernig svo samkeppni að keppa við þessi stóru sölunett? Hún bara hræðilega erfið. Hún bara, kannski ekki erfið. Jú, hún erfið en challenging, en skemmtileg. Við erum með frábæra vöru og við trúum því og kannski en við getum líka verið sagt að við erum heppin að það búið að ryðja veginn. Þú veist, normenn eru búin að gera rosalega mikið í markaðsmálum út allan heim, þannig að þú veist, við erum ekkert að koma inn á og þurfa að kenna fólki að borða lax, en við þurfum að kenna þeim að borða íslenska lax og segja þeim hverju munurinn á. Laxinn frá Íslandi þannig að út af kalda sjónum, að þá, og sérstaklega þarna fyrir vestan, að þá vex hann hægar, sem verður til þess að kjötið stinnara og það rosalega hátt og gott omega innihald og það auðvitað mjög hollt, þannig að þú veist að það þessir punktar sem að gera það að okkar lax á að standa fram úr og við fáum þau viðbrögð við að laxinn frá Íslandi sé góður. Við bara dettum ekki inn og segjum bara að þetta íslenskt og allir vilja kaupa því að það frá Íslandi. Við þurfum þetta að sanna það, þú veist, og ef við bara tökum þetta í samhengi, þú veist að það eru 10 ár frá við slátrum og það tekur tíma að þú veist að búa til markaðin og búa til þörfina fyrir að kaupa íslenskt án þess að selja það ódýrast. Og það það sem auðvitað leikurinn og tæknin og við þurfum auðvitað að trúa það að við sem við erum með bestu afurðina frá íslenskum laxi og nú tala ég generelt vegna þess að ég bara svo mikla trúa á íslensku laxi að það er ekki, þú veist, það er ekki bara Arnarlax sem framlega góðan íslenska lax, við erum að framlega góðan íslenska lax. En íslensku lax vörumerki í dag? Ekki alveg orðið nógu sterkt vörumerki, en jú, til dæmis í Kína, þú veist að þá byrjuð að vera eftirspurn eftir íslensku laxi út af því að gæðin hafa verið góð. Þú veist, fiturandirnar í laxinum þegar skornaðin í sashimi frábærar. Það fallegt og það gott að bragð og það mikið laxabragð. Það skiptir líka máli. Þannig að, já, við erum á sömu mörkum að verða komin þangað að geta sagt að, þú veist, og kaupendur, þessi kaupendur sem við vorum að hitta í Kína sem við höfum verið að selja til, vorum líka að hitta eitthvað sem við erum ekki að selja til, þannig vorum bara svona að skoða markaðinn og skáta svolítið hvað möguleikar eru þarna, að þú veist, það er allir búin að heyra af íslenska laxinum, þannig að við getum gert miklu betur í að branda okkur saman eða markaðseta íslenska laxinn betur sem íslenskan í svona eins og Færeyingar og normenn hafa gert, Skotar. Ég var með fyrir lestur á sjávarútvegsráðstefnunni í fyrra þar sem ég fór aðeins yfir ef þú googlar, þú veist, lax salmon from Iceland, þá kemur bara Arnarlax sem auðvitað frábært. Ég var mjög glöð við það. En hins vegar ef þú gerir salmon from Norway, þá kemur samtaki sem saman í því að markasetta laxinn frá Noregi. Það sama gerist í Færeyjum og svo koma fyrirtæki sem í þessu samtaki sem að framleiða í Noregi eða Skotlandi eða Færeyjum. En við erum ekki þannig. Einmitt, sko, en þá? Er þetta þá ekki þannig að þið bara dælið ykkar framleiðslu inn í samsteypuna norsku og þetta allt selt undir sem merkjum? Nei, salmar á meiri hlutan á 52% í Arnarlax og svo fjöldin annar öðrum fjárfestum. Við erum
með söludeild og við erum með flutningadeild og það er eitthvað sem að okkar mati skiptir mjög miklu máli bæði líka að hafa flutningadeildina vegna þess að flutningarnir frá Íslandi eru flóknir og við þurfum að nota alla leiðir, við notum öll skip og alla leiðir, öll flug, þú veist, við bara þurfum að koma fram listinu út að þetta er ferskvara. Við teljum líka, og það er búið að fara í gegnum þetta marg oft inn í fyrirtækinu og inn í samsteypunni, að við teljum að með því að hafa eigin söludeild á Íslandi, þá náum við þeim árangri að segja frá því að við erum með þessa góðu vöru og að við sem að selja hana sem íslenska og það er við Íslendingarnir erum að selja hana. Já. Þannig að okkar mati er það réttalegin. Við þetta erum að stríðast við að hverja einasta degi að reyna að ná sem bestu verðum. Það er öll laxaverður miða við að kalla sísalmon, það var að kalla nastak og þannig að það er gefið út í hverju viku og hverjum degi einhvern veginn hvaða verðvæntingar fyrir næsta mánuð, fyrir árið og svo er gefin út skýrsla eftir viku frá síðustu viku hvaða verð náðist á heimsmarkaði og við erum að miða okkur alltaf við þetta, þú veist, að ná yfir þessi helst, þú veist. Já. Og þannig að þetta er svaka keppni, þú veist, við erum með geggjað teymi þarna í söludeildin sem er mjög mikið metnað og erum alltaf að reyna að ná sem mestum árangri í að ná verðanum. Þannig að svona virkar þetta. Þú nefndir á hana að Kína væri sko 18% af sölunni. Já. Hvaða vöxtir við cirka sjá? Sko ef við verðum með Kína er þannig að þeir vilja líka stærri lax, þú veist, þeir vilja 6+. Við vorum í Kína og tókum á móti sendingu sem var að koma sem var það var slátrað á mánudegi og við vorum á 50 sem við erum reynir miðvikudagur á Íslandi af því að Kína er 8 tímum á undan og þá var hann kominn á markaðinn í Shanghai og hann var 9 kíló og þeir hoppuð allir hæði sína, sko, þeim fannst þetta geggjað, þú veist, stór, rosa flottur lax ofboðslega fallegur og þetta finnst þeim geggjað, af því það er, þú veist, meiri fit í þeim og þeir borða þetta rátt, þannig að þeim finnst þetta geggjað. Hann henta vel til markaði? Já, hann henta rosalega vel í sashimi og hann er fallegur og ég þennan rátt. Hvernig var þetta aftur með lax og sashimi og sushi yfir höfuð? Já. Sko, lax var ekki uppaflega hluti af. Nei, þetta er kannski líka skemmtileg saga og segir hvað þegar fólk stendur saman eins og Noregur gerði þarna á þessum tíma var að borga, laxeldisfyrirtækin tóka á sig að borga vissa prósent inn í samtak sem myndi markaðsetta laxinn. Þetta segir kannski svolítið svona hvernig samtakamátturinn má vera betri og ekki bara í laxi heldur bara hjá Íslendingum stundum þú má vera kannski meira saminnið en svo sagði þetta alveg rosa skemmtilega þetta er sem sagt normenn voru þú veist þeir eru þetta búin að vera undan í svo mörgu í laxeldi og þannig að þetta er 1970-80 þá voru þeir ekkert að selja mikið inn á Japan og þar er þetta risastór sushi-markaður og lax var bara ekki talin vera hæfur til sushi og þar var að vera með við Kyrrahafslax sem var með sníkjudýrum og þá ákveðu normenn bara að fara í átaka kenna Japanum að nota lax í sushi sem við þetta algjörlega stórkarslegt og það tók tíma, það tók 10 ár en Japan er þetta bara nota bara lax núna það var túnfiskur sem var aðalfiskurinn í sushi í dag er lax langstærstur í sushi sem auðvitað smita þessu út aðra markaði hér hjá okkur á Íslandi við borðum mikið lax í sushi þannig að þetta var bara framganga markasetningu og ákveðni þeir bara ákveðuðu alltaf að búa til marka fyrir lax í Asíu. Og það er vantilega samstillt átak. Þú ert búin að lýsa því hvernig þið hafið svona metnað til að gera íslenska laxinn að sérstöku vörumerki en hvað fleira þarf til fyrir utan sko ykkar viðleitni til þess að gera svona aðgreinda frá öðrum laxi? Já, við bara, þú veist, ég stend alveg, ég trúi á svo mikið, ég er svo mikið þannig að ég held alltaf að við, og ég held að ég tala ekkert bara fyrir mig, ég heldur bara Íslendingar við erum mjög stolt af því sem við erum að gera og það sem að kannski stundum háir okkur að þegar við þurfum að taka höndu saman að þá heldum við alltaf að við getum gert allt betur sjálf og einn og ég veit að ég verður ekkert vinsæll að segja þetta en þetta er nú bara sann staðreynd, ég er búin að vera í bransa í mörg ár og þá held ég ég held að samin að átak verði alltaf betra, þú veist að við stöndum saman sem er í hvort sem það er í landeldi eða sjóeldi bara eldi þarf að standa saman þetta
þetta vaxandi grein, það eftirspurn eftir vörun okkar og við eigum að standa stolt og segja að þetta íslenskur lax, það eru, ég geti líka alveg sagt að það alla þjóðir sem segja að laxi þeirra sé bestur, Chile gerir það örugglega en hann svona reytaður svona mest sem iðnaðarlax á meðan við erum að reyna að búa til svona sérhæfða lúxusvöru þar sem og þar eru flestir að reyna að búa til eitthvað sérstöðu en okkar sérstöðu þetta það kostar mjög mikið að ala lax á Íslandi út af því að hann þarf að vera lengi í sjó, hann kaldur sjórinn en í staðinn fáum við þetta afburða góða fisk sem við eigum að standa saman og ég hefði alveg viljað að sjá eitthvað átak, ég hef búin að tala við hef rætt við Íslandsstofu þetta og ég alltaf að tala þetta, eigum við ekki að vera með Salmon from Iceland að það þarf ekki að vera Icelandic salmon heldur bara salmon from Iceland Hvernig viðbröðið þar? Já, það finnst öllum það að vera frábær hugmynd en svo þarf þetta bara einhvern tímann að taka skrefið og gera þetta og ná saminningu, við þurfum að ef við gerum þetta að við þurfum ekki að finna upp pjóli, við bara gerum þetta bara eins og Færeyingar og normenn hafa gert Skotar þetta mun alltaf skila á einhvern að bara sendir eins og ég var að nefna hann að sendir á því í Indlandi, sendir á því á Spáni, sendir á því eru mjög virk og ef við varum virk með þeim Salmon from Iceland og það væri þetta líka miklu sterkara þá getum við notað sendir á því okkar út allan heim. Þú varst að segja mér áðan frá því svona hvernig lax seldur í Kína með kannski svona frumlegum leiðum, getur aðeins lýst því fyrir okkur aftur? Já, ég kom aðeins inn á það áðan hvað þetta risastór markaður og það svo, ég var í Kína fyrir 20 árum og það mjög mikið breytt síðan, en það sem þetta algjörlega ótrúlegt að í dag kaupa bara allir á netinu og þau fá þetta heim til sína 30 mínútum allir sama hvar þeir eru, þannig að Kínverjar að hætta að fara út í búð þess vegna verður þetta að vera búa til pakningar sem að fólk getur bara keypt og farið heim, en svo þetta það sem svona að aukast alveg gífilega mikið og okkar fiskur, arnarlagsfiskur seldur mikið á WeChat sem sem sagt TikTok á Kína og við erum vitni í útsendingu þar sem að var verið að það sett upp stúdíó í þessi hjá laxadrottningunni eins og hún kallar sig Laxadrottningunni? Já, laxadrottningu við fyrir 4 árum stofnaði kínverskona fyrirtæki sem að heitir mjög kínversku nafni, ég ætla ekki að hafa það eftir en hún kallar sig sjálfa á ensku The Salmon Queen og þegar ég hitt hana fyrst þá sagði ég við hana að það væri þetta bara ekki rétt og hún væri salmakvína því ég væri það, þannig að það var smá svona bitchfight en við erum mikla vinkonur, hún kaupir mikið af lax frá okkur en það sem skemmtilegt í því að hún byrjaði að selja lax á þessu WeChat og þar sem við fórum til hennar sem var í Shanghai, hún með líka á öðrum stöðum, þá voru 4 svona stúdíó þar sem að var verið með laxinn, það var kona og maður og það var alls konar fullt af fólki og það var verið og kokkur líka sem var að skera laxinn og það var verið að selja hann bara á og það voru fleiri milljónir sem voru að horfa á þetta bara live útsendingu og keyptu á þú getur þá pantað stykki sem var verið að skera og skallir sér og þú færð það svo sendt heim til alveg sem að hvað í Kína og þetta aukningin í sölu á þessum miðli alveg gífileg og ótrúlega fyrir okkur við bara þetta var, við vorum búin að heyra af þessu, við vorum búin að sjá þetta en við sáum þetta live og það endaði svo með því að ég var bara komin í útsendingu hana og átt að segja eitthvað ensku þengu átta því að ég var nú ekki mjög góð í kínversku en og við lendum þetta í útsendingu að reyna að selja og ég ekki búin að heyra töluna hvort að það hef eitthvað aukist þarna eftir að ég kom í útsendinguna en þetta svona leið þar sem að maður hefði bara ekki ímyndað sér að vera hægt að selja ferskan lax í svona, en þetta flotti lax og seldur þetta bara undir arnarlax, það stendur arnarlax í útsendingun allan tíman þannig að þetta var alveg upplifun að það engum dotti í huga að þetta væri til dæmis aðferð, þess vegna verðum við alltaf að vera með puttana á púlsinum og kannski ég held að vættum alveg að hafa kjark í það
að fara eitthvað svona norska leið ef það eitthvað markaður sem við þurfum að kenna að borða fisk þú veist, þá getum við alveg verið þar Íslendingar. Það mögulegt að svona... Já, það ekki, ég hef bara svo þú veist, ég hef óbílandi trú á okkur. Við þetta erum með besta fiskin, hvort sem það lax eða hvítfiskur, þannig að við þurfum bara að vera stoltari, eða við erum stolt, ég er ekki að segja það, heldur bara kassan út og halda áfram og vera, láta bera á okkur og undirmerkjum Íslands. Lax masala á Íslandi, það ekki? Heyrðu, þarna ertu komið með það. Heyrðu, við notum þetta. En þetta er svona helstu viðfangsefnin að og svo er þetta bara daglegi dag og þetta er engi dagur eins og verðin er aldrei eins og þannig að þetta er mjög spennandi markaður. Já, glæsilegt. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig.